Eru verið sæl, kæru hlustendur, við erum komin hérna með góðan gestakall, hvað kallar maður þetta? Benni allavega er ekki á staðnum, Benni hérna er upp í sumarbústað og ég hérna hef smá áhyggjur af því að hérna, eftir þess að sumarbústað dvöl Benna, þá eru við að fara í útilegu og ætlum að tjalda í boði Víkuverks. Víkuverk gaf okkur hérna rosalegt tjald. Þetta er eitthvað Airclyde 6 og við komumst öll fyrir í þessu og þetta er bara geðveikt og ég er búin að taka eina pröfu útilegu og svo munu hlaðafréttir vera í útilegu núna á ég að segja seint í þessari viku því Benni kemur heim, Pétur, þú náttúrulega þriggjabarnafæðir, hann er ekki frá að koma heim og beint í útilegu eða beint úr bústað og svo í útilegu. Nei, ég hugsa alltaf að það sem kemur úr útilegu, eða skilur, það er svo mikið að fatnaði og svona dæmi. Já, hann þarf að lenda, hann þarf að þrífa. Allt á 60. Það er gott að vera með þurrkar og þóttavél frá Ormsson og opna hérna ískalda Coke Zero frá vinum okkar. Já, það er ekkert koffin í þessu. Ekkert koffin, engin sykur, ekkert vesen, þú getur drukkið þetta bara svo vatn allan daginn og þetta er geðveikt gott að bragði. En já, allavega með Benna. Sko, ég ætla að veðja að hann komi heim á morgun, alveg búnaði, hann tekur miðvikudaginn, fimmtudaginn í eitthvað svona, útilega á föstudaginn. Já. Það er ekki líklegt það? Ég mér finnst það mjög líklegt. En það er ekkert gott veður fyrir norðan. Það er skárra. Það sem Benni er núna? Já. Ég bara hreinlega veit. Ofta því að veðri myndi svona, það myndi vera aðeins lengur. Já, meinar. Já, en er það ekki samt þannig að þú ert með bústað fullan hann sko með sín börn og börn systur sinnar, þetta er 6 börn öllum upp þetta er bara þetta er gaman, maður elskar börnin sín og það er gaman að börnin, en þú veist hvernig þetta er það er eitt börn á bleiu og einn unglingur og einn iPad brjálaðingur þetta er smá svona Bennaflögg með síku á kvöldin skilur ekki? Já, það er gott að vera með túli ég veit hann er með sko 3 kassa með sér þannig að hann og systir hans er að fá sér svolítið svona í daginn. Það má í bústað. Jú. En er það ekki bara besta þegar þú kannski ert að græja kannski mat og eitthvað svona, þá ertu svona með laumu hann á hliðinni. Hvenær er lögulegt að opna eitt kaldan í bústað? Í bústað? Með 6 börn? Sumir segja 10 á mótana. Ég er ekki grinn. Hlæja því. Það er svíngrótt. Já, þú byrja að preppa eins kjötið og svona, marinera. Ég mið alltaf við sko, byrja ekki að það. Fengir þú svona auggotur frá konunni eða þú myndir opna eitt klukkan 10? Já, út af því ég myndi alltaf hugsa, það er bara svona 2 tíma sem vöknuðum. Og þegar maður hugsa alltaf, hvernig vaknaði maður? Það eru 4 tímar af mér, ég vaknaði 11:06. Þannig að ég er búin að fá mig kaffi og ég er búin að fá morgun og ég er búin að leggja litla kvikindið og svona. Já. Og þá En ég meina, þú stættur á tenni. Já, en það er samt snemmt. Já, ég hef séð vídeo frá þér þar sem að þú ert stættur á tenni og ert að opna þér einn túli. Kaldan. Það er ekki túli, en bjór það. Já. Þannig það er í lagi, en útilegur ekki. Nú er ég nýri í þessum útilegu. Nei, útilegu. Já, ok, já. Ok, jú. Nei, ég ætla ekki að sjá þig að Nei, fyrst var ég í sumarbústað. Fyrst var ég með hausinn bara í sumarbústað, allir á fullu. Ég væri smá svona hvað erum við að gera? Nei, ég myndi ekki gera. Nei. Nú er ég podcast eitthvað svona, ég hefði ekki í mér sko. Eftir hádegi þá. Já, en það er líka partur af þessu að gera eitthvað og vinna fyrir því sko. Maður er kannski búin að vera í fjallgöngum með krakkana og þú veist fara í sund og eitthvað og svo er kannski klukkan orðið 5 og þá kemur ég ætla að segja bara það að fara með 6 börn upp í bústað þá ertu búin að vinna þér fyrir túli sko. Þá máttu bara opna hvernig sem er sko. Þannig að þú er komin inn í inngreiðsluna. Já, það grínast það fara í fjallgöngu hvað ætlar að draga einhver 6 börn upp á okkar fjall og svo máttu opna þér túli það er fárlegt misjón. Já, þannig betri. Já, þá líður vel með það. Já. Eins og svona Ég skil hvað þú ert að fara en ég held að fólk tengjalega við þetta sko. Já, bara af því þegar þú ert upp í bústað þá er maður að gefa sér góðan tíma þú veist, nuttakjötið og Ert þú þar? Ertu lengi að marinera og svona? Nei, ekki núna þegar börnin eru svona lítil en ég held ég verða þegar þau verða svona 10 plus yngsta eða skilur og þú ert svona og krakkarnir sjáði heldur svona pappi er að gera matinn og þá verður það spennt en þá hugsa ég sko að því að Degið, yngsta, hann er náttúrulega 8 árum yngri en elsti þannig að hann er 10 ára að þá er Eysteinn 18 rétt Fannar Sveinsson hefði ekki nennt upp í bústað 18 ára ég hætti bara að hanga með foreldrum mínum þegar ég var svona 15-16
þegar maður var alltaf í svona sumarvinnum, manstu ekki, maður var að vinna ég var eitt sumar að vinna á póstunum, eitt sumar að vinna á golfvelli og ég notaði það alltaf sem afsökun, nei, ég kemst ekki með, ég er að vinna en í rauninni langaði mig bara að vera heima og detti í það með strákunum og fíblast og hafa gaman 15-16 ára? Já, bara sumari eftir tíundabæk. Ég manna mjög sterkt sko, sumari eftir tíunda þá voru var fjölskyldunar mín að fara til Krítar eða eitthvað og ég kem ekki með. Já, maður hlustaði að því mér var gaman að vera með strákunum og fíblast og svona, taka bílinn og keiri og svona. Keiri ykkur, já. En ég hugsa sko, ég ætla að passa þetta með eins og Eistinn og svona. Ég ætla að reyna að hafa þið með eins lengi og ég get og þá hugsa ég hversu lengi næ ég að halda í að þau séu með mér alltaf. Ég held ekki 27 ára? Nei. Hey babbi. Já, ok, hvenær missir maður þau frá sér og þau hægt að nenna að vera með þér í útilegum og vera með þér í ég byrjar að hugsa þetta nú. Já. Stelpan þín elsta, hún er orðin heldur gömul. Já, hún er bara 10 og ég hugsaði með þetta daginn 6 ára eftir, 6 sumur þá bara bæ já, þá bara fann að deyta já, ég hugsaði þetta daginn, ég var að djókinu þetta svo bara verður ekkert með pappa lengur þú bara að fara að vera með einhvern gerast eða eitthvað kom að þetta greinast það og ég svona, nei hvað sagði hún? Nei, pappi að það grínast eða, nei, hætti þessu hann er komin á gelgjuna já, svona styttist já. En hún er ennþá, þú veist en við eigum samt svo fallet samband, þú veist, við horfum alla United leiki saman, þú veist, hún er hörð íþróttakona, hún er svona markmaður eins og ég var, þannig að við tengjum það er svo fallet tenging akkurat. Þannig að það eru svona nokkru hluti sem að nær, þú veist já, og mér finnst rosalega, þó þess ekki nema bara eitt hlutur og það geti verið, þú veist, það er United leikur, þá er hún að koma til mín og horfa á hann skilur þá heldur maður kannski en að fara ykkur svona all-in fjölskylduferðir eins og þú veist að tala ég veit nákvæmlega hvað þú verður stattur þegar maður er að hugsa, já við erum að fara þetta í Krítar og það er bara svona og það er bara svona þegar maður er á þessum aldri og nennir ekki með og maður veit maður getur bara einn heima með strákana og bjóða yfir og það var svo framandi maður man sérstaklega eftir þessum aldri þegar ég keyrði út og komið bílprófið maður keyrði út frelsið og ég bara enginn með mér skilur, og ég bara svona ok og svo fór maður bara eitthvað einhvers upp í Breiðholt og svo heim samt nett algjörlega, en það er einhverju setna sko. Þetta partí sem ég held þegar ég var hana eftir tíundabæk þá held ég partí og það spurðist út mannst ekki þegar það var svona hverfa partí partí í Gráinum og bara fylltist eitthvað var ekki alltaf salapartí Jó, það var annað þetta er bara áður að krakkar gætu lekt sali okay. eitthvað spyrst út að það er partí einhvers staðar og bara fyllist það og bara öll hverfi saminast og svona ég held eitt svona partí og þegar ég vaknaði daginn eftir þá var á sófasettin í stofu hjá mér rókst fínt sófasett bara heilt sófi og 2 minni þá hafði bara einhver er það ekki ná á stólum bara dreigið sófa og ég vissi ekkert hver átt en á sófa þannig að þessi sófi hann var bara heima þegar mamma og pabbi koma heim ég tók til svona eins vel og ég gat í mannsamt sko að þegar þú ert sumar eftir tíundabæk þú kannt ekkert eitthvað það mikið að taka til en ég reyndi mitt besta þetta var eiginlega agaleg skítastöðlega, ég var með tricks já, og það var svo litið fráhrindandi fyrir konu mína það var að ég sagði við hennar held ég á fyrsta deiti að ég var með svona lélan skítastöðul en þegar mamma og pappi voru ekki heima og ég var einn heima að þá gerði ég vaskinn ógeðslega fínan en það var ekkert mikið uppvask en ég setti svona sápu í vaskinn þannig að kom góð lykt og hann var hreinn og þegar maður horfir í vask já það hefur greinilega einhver verið að þrífa hér þannig að kom lyktinn en allt annað var ógeðslegt en vaskurinn var hreinn gólfinn er ógeðsleg vaskurinn, þannig að býttu við hreinn vaskur þannig að svo fór að sjá í gegnum það Já, akkurat ég reyndi hana eftir þetta partí að taka til þess vel og ég gat en ég man að mamma og pappi koma heim og þetta var bara svo sena í bíómynd mamma bara missi töskuna og þau bara hágráta og ég bara hvað? Svo var ég bara yfirherður bara hvaða sóf er þetta? Akkur er brotin rúða hérna út í garð hvað gekk á hérna? Ég vissi ekkert sko Nei, fór bara eitthvað blackout og afsakaði mig eins og mikið og ég gat og en ég held samt að þetta svona hlutaði að þroskast að skýta á sig með eitt svona partí læra En lærður, varstu miklu betri í því eftir á? Já Eftir ekki þú munið það Jú, en ég held ekki annað svona partí þar sem að
bara, þú veist, heilu hverfin kom einhvern veginn heim og maður misti bara algjörlega stjórn Varstu ekkert stressaður? Já, hlaðfréttir í bóði Thule, við elskum Thule. Hlaðfréttir elskar líka Nóa Sirius og ég hvet ykkur til þess að velja ykkar uppáhaldsplötu, er það Solon Diego, er það Herra Hnetusmjör eða er það Dr. Football. Ormson.is, hjá Ormson færðu frábærar þvottavélar og frábæra þurrkara, en það er líka mikið úrval hjá Ormson af fleiri vörum, eins og til dæmis ef þeir eru mikið í bakstri, þá mæli ég með þeim vörum hjá þeim sem og flestum heimilistækjum. Þetta var ekki 300 manns, þetta var kannski svona 50. En vinu minn held eins og partí heimi að sér, bara í blokkaríbúð í Fossvoginum, þá bjó hann heilan vetur, þetta var einhverju seinna, þetta vorum í menntaskóla og það spyrst út og þá voru án gríns svona 150 manns heim hjá honum, húsið var bara smekkfullt, það fullt að það var sko bara allar löggur á höfuðborgarsvæðinu voru bara svona ferja krakkana bara svona frá húsinu, það var bara svona strollana bílum og íbúðin, ég hef aldrei séð þetta sko, hún var bara algjörlega og bara, það var allt bara í klessu, bara klessu það minnsti algjörlega stjórnin á þessu partíi sko. Já. En ég hugsa oft núna þegar maður keyrir kannski maður eðlilega ekki í þessari kreðsu, þegar maður sér lítið af svona þessum partíum. Já. Og ég skil ekki hvaða svona, hvað ég segja, svona skilning fólk hafði fyrir þessu. Þú veist, fólk auðvitað hringt á lögguna og hvað er í gangi það partí og lokið þessu partí. En manni fannst eins og var meira af þessu þegar maður var yngri, en kannski var maður bara á sem aldrei. En er það eitthvað þannig að það er kannski búið einhver önnum myndaði? Eða krakkar eru bara minna að halda partí og þetta er bara eitthvað hittust á Snapchat eða ég veit það ekki. En sjoppu chill eða sjoppu hangs, kringlu hangs, þetta gamla góða sko? Jú, maður sér stundum einhverja krakka svona að hangsa, eða ekki? Og ert þú eitthvað svona þú með börnin og Jú, maður saknaði þess ekki, ég get ekki sagt ég saknaði þess En saknar þess að vera í menntaskóla? Nei, ég er svo góður, saknaði þess að vera í menntaskóla. Nei, ég hugsa bara til hlýju til menntaskóla árana, en ég saknaði þess ekki. En það er ekki til að taka einn dag bara, þú vaknar og bara með sömu svona svona þroskaðan heila og ég er með núna. Nei. Bara vakna ég segjum það, jú. Nei, guð minn góður. En það voru með öllum viniðinum, en þeir eru með sama. Nei, þeir eru ekki komin á samastað þú, þannig að þeir eru jafn heimskuður voru þá. Þannig ég get svona fylgst bara með Frikka og Benna og Boða og Teit bara, og hvað þeir eru þroska eftir og bara guð minn góður, einhvern svona það var alveg fyndið einn dag. Nei, það tökum viku? Nei, 5 daga. Okay, 5 og það er ball á 50-daginn. Ég náttúrulega færi ekki á þetta ball ef ég væri með 38 ára gamlan heila. Krakkar. Við sögðum við einhvern annan, ég og Benni, við vorum fengnið til þess að við höfum verið að skemmta í menntaskólum bara frá við byrjuðum að veislustýra. Tókum einn menntaskóla fyrir 2 árum. Við horfum bara svona augun á okkur öðrum þegar við stóðum bara sviði og við vissum báður hvað vorum að hugsa. Nú erum við hættir þessu. Never again. Þetta er svo skrítið. Að því krakkar í menntaskóla og ég meinta bara fullri virðingu, en þetta er alltaf bara börn sko. Mannskjöldin þegar maður var í menntaskóla og maður var eitthvað svona nálgast loka árið, manni fannst smá sem maður væri borðin fullorðinn. Já, 100%. Nú er ég á leiðin í háskóla og ég get valið mér að vera læknir, lögfræðingur eða bara taka ársfrí. En maður er algjör krakki sko. Bara krakki, ég er að meina það. Það er bara framheilin, hann er ekki sem til. Maður er bara eitthvað þess að finnst mér svo merkilegt þegar maður hugsa tilbaka að einhverju krakkar sem taka ákvörðun það að þeim langir til þess að vera hagfræðingar, læknar, lögfræðingar, jari. Ég var ekki tilbúin á þessum árum til þess að ákveða þetta. Ég er ekki sem tilbúin til þess að ákveða það núna sko. Nei, en svo eru oft mjög mikið svona glórisögur, ætlaði að vera læknir en var svo, þetta. Já, en bara það að ákveða, þó þú verður eitthvað annað, bara ákveða það, ég ætla að fara í læknisinntökuprófið hérna beint eftir menntun. Já, nei. Og sé fyrir mér að verða hér, bróðir sem er læknir, sko, hann tók þessa ákvörðun og mér finnst það ennþá ótrúlegt að horfa á hann, að fyrir mér er hann bara krakki, hann er 11 árum yngri en ég, en hann er orðinn fullorðinn, hann er 27 ára og er bara að vera læknir og mér finnst það magnað. Það er magnað, sérstaklega, en maður verður svona að taka þessu ákvörðun að því það er of seint að taka hann að þú er bara fertugur sko. Að því núna líður mér eins og ég geti svona tekið ákvörðun eitthvað, ég ætla að fara í lögfræði, ég ætla að fara í hagfræði, ég ætla að fara í þetta, ég ætla að fara í hitt en bara
that sail has shipped sko. En það? Já, En þú pælir í því, þú varst að spyrja á hann bara, er ekki fínt bara að labba eitthvað inn og bara aftur til já, stundum sko af því Já. maður er búin að vinna í þessu Já. umhverfi bara síðan ég var 20 og ég elska þetta ég elska vinnuna mína en ég gleymi því stundum þú veist, ok, gott dæmi ég var að fylgjast með mönnum í gær taka ruslið heima Já, sorpirða ok, og ég svona öfundaði það bara svona djúft já, ég öfundaði það svo mikið að þeir mæti vinna já svo heiðalegt, taka þessa tunnu setja hann á bílinn, Einmitt. keiri næsta hverfi, svo bara vaktin og vinnan búinn og þú bara getur farið heim til eins slakað á slögt á heilanum og bara, mætt daginn eftir stundum var ég til í þetta Já, þeir mæta þarna snemma, búnir í hátinu já, og væri með féluðin, er ekki alltaf 6 eða 7? já, þú byrjar strax að hugsa út í það félagskapin Já. í vinnunni, já, Þú veist, ég hugsa bara, herðu já þetta er gaman Já, og líka þú gerir eitthvað svona þú veist, þú skilur vinnunni hennar bara eftir í vinnunni þinni Já. ég öfunda líka, þú veist, fólk sem vinnur að mála eða svona yðnaða fólk sem er handlægið og er að djöflast einhvern gera eitthvað svona já mér finnst stundum eins og ég hafi aldrei unnið við neitt heiðalegt nema þegar ég fór á sjó Og hvað var það? þá er maður bara eitthvað svona flaka eitthvað fisk og setja niður í fristi og, og maður sjá aflatölurnar og það er eitthvað djúvöldur hart í sjó núna skilur hvað að fara Já, en þú sann sko ert maðurinn sem er í að verka fiskin eða þú ímyndaði, nú er ég hífaði upp þetta er það sem þú áttur að gera og það er svo fallit við þetta, þú veist, að þó þú myndir pröfa ná nokkra vinnur skilur ég held þú myndir alltaf hugsa, já, ég er alltaf að fara að koma tilbaka en það er okkur næs, skilur nú er ég og Höddi alltaf búin að vera í 1 ár núna, frílans skilur, eða frílans bara starfa þetta já. Og við erum alltaf, þú veist rosalega þakkláttir, þetta er svo geðveikt og skilja vinnun eftir heima færðu aldrei svona kannski eftir vinnur farin heim og það er kannski bara, heyrðu, það er verið að samþykja beiðni hérna færðu ekki svona bóka manna ársatíð já, bóka ársatíð og eitthvað og eins og við erum að fá bara einhver svona veistustjórna beiðni bara, heyrðu, þeir eru on hérna í Danmörku bara, yes, skilur, það er gaman sko en það, þú veist, ég held að kikkið sé alltaf, ég myndi ekki fá eins mikið kikk á því að vera einhvers staðar einhverjum núna, nú hef ég búin að vera lengi í 84 vinnu og stór gott og allt það en þegar maður hefur komin í þetta það var svo erfitt að fara skilur ég veit ekki hvað er að fara með þessu kannski er að fara með þetta þangað að ég held að maður sé alltaf eitthvað leitandi og ég held að fólk maður heldur alltaf græsið sér grætna hinum megin já, en svona þú veist að ég var ekki að segja þetta að pappa ekki er eitthvað svona stundur getur ég svona þreyttur á vinnunni eitthvað svona, já, ég líka eitthvað svona og eðlilega, ég meina fólk fær leið á öllu sem það gerir já. Og af hverju er maður ekki bara ef ég væri bara að vinna við eins og til dæmis bara sorpirðu, tökum það sem dæmi og með þetta bara geðvikt það væri svo geðvikt tengir ekkert við það? Ég tengi við það já. En ég hugsa alltaf félagskapin já. Og það ég verða að hafa einhvern með mér það er fólk í sorpirðinni sem er með þér já, ég veit það, þess vegna fór ég að hugsa en þá ég get ekki farið í þetta ef ég væri bara alltaf með random liði ég átti mjög erfitt með þetta í fluginu ég vissi ekki ég hefði viljað vera bara með heyrðu, Pétur, Fannar, Benni, Hörður velja þær áhöfn þeir eru bara allt sumar saman geðvöld stöf rosa áhöfn ég veit bara fólk í flugbransanum það er með þetta app hérna og er bara hverjum er ég með þessum ég getu það verið, ég flög með henni eða þessum, skilur hún er alveg, þannig ég væri svo til ég hugsa alltaf, ég hugsaði sorpirðuna hugsaði, hver er með mér, skilur ég náttúrulega ég skil hvað það var ég persónulega eins og ég er í músíkinni ég stofnaði bandmenn þá náði ég bara í bestu vinni mína úr ólíkum áttum gerði band, ég hefði aldrei verið eitthvað all right ladies and gentlemen, this is Peter Finn Boesen þú veist, ég er bara einn að flakka og trúpa, ég nenni því ekki nei, þú vilt hafa eitthvað með þér alltaf en auðvitað skipti það máli ég er ekkert að segja það en tökum dæmi, ég tek þetta aðeins tökum dæmi aðeins áfram þú vinnur á morgun 40 miljardar 40 miljardar, það er alltaf mikið pening segðu bara 15 miljónir nei, ekki nóg þú þarft að, hvað þarftu mikið til þess að aldrei pæla í pening áttur 100 miljónir
ég get segja Og er ég lélegur í þessum leika? Vá, segðu 1000 milljarða. Segðu bara miljard. Ok, miljard, ok. Ok, Það er 1000 milljónir. rétt. Ok, ég vinn það. Ok, þú verður bara þægilegur. Aha. Breytist eitthvað hjá þér? Núna, það er bara morgun. Já, ég er skuldlaus. Já. Þetta meina, myndi ég kaupa mér eitthvað svona hlut? Nei, bara svona hugsunarháttunum gagvart vinnunni. Kæliboks, mér langar ógstlega eitthvað trillt kæliboks. Það er sko til svo sjúk kæliboks að núti, sko. Já, hvað er meitt? Það er eitt, sko, ég sendi á þetta fyrirtæki, eru til að koma í samstarf. Og þau bara, nei, við erum góð, sko. Þetta er pappalega sem ég heyrst. Láttu þið hafa þetta kæliboks, getur við kæliboks. Það kæliboks getur svo, þú getur tengt það við, sko, innstungu í bíl, svona sígarettu innstungu, eða svona 2 púnta, eða sett bara svona verkfæra batteri í það. Og það fer sko niður í -18 eða upp í 60 gráður. Þú getur sko súvíað bara lambalæri og leiðin í útilegu, eða bara verið með bara kælinn fullan af kjörís. Krakkar, komið að fá okkur ís. Þetta er snilt. Þannig að já, fyrir miljard, ég myndi fjárfesta því svona kælibóksi. En bökkum ef þú ert í mentaskóla, heldur að litli fannar myndi vilja þetta kælubóks? Sko, litli fannar, ég hef aldrei verið eitthvað svona, ég hef aldrei verið bílakall, ef við tölum dýrahluti. Þú veist, ég myndi ekkert vita hvaða bíl ég myndi kaupa. Ég myndi bara fara nýr eitthvað umboð og bara ég á 3 börn og Já, 1000 milljónir. Já, 1000 milljónir, lát mig hafa einhvern bíl, hvaða bíl bara sem virkar, bílar aldrei praktíst, veist, ég á Chrysler Town & Country 7 manna strumpastrætó. Það er svona sál í honum. En spurningi var, myndi eitthvað breytast? Ég veit það ekki. Já, sko, þú er kannski búin að eignast alla þessar hluti. Já. En myndi eins og gangart vinnunni. Þú veist, myndir, þú veist, það er að koma Nei, ég meina, þú veist, ég er mjög þakkláttur fyrir mína vinnu, eðlilega. Ég elska hana. Ég elska að búti podcast og skemmta ársáttíðum og búti sjónvarpsþætti, þú veist. 100%, það er bara sem ég elska. Það sem ég kannski myndi með þessu áðan sem ég var að tala er bara svona þessi tilfinning, kannski tengist þetta einhverjum líkamlegum vinnum, ég veit það ekki. Ég horfði til dæmis á Udda á kaffihúsinu sínum daginn sem hann var að opna með Rakel og myndi Fossin og ég sá hann vera eitthvað svona djöflast eitthvað svona færa eitthvað borð og hlaupa baki dæluna og vera eitthvað svona það. Það er skemmtilegt. Já, mér finnst það skemmtilegt, ég er að segja það. Já, þetta er eitthvað svona mission. Hver á með þessi borðin þar? Tala um fólk sem er að vinna með þér og svo vaktinn búinn og hann settist með æsku vinnum sínum sem voru á staðinum og hann var alveg búinn á því greið eftir að vera að sinna fólki og gera eitthvað, dót. En þetta er hans og það er svo gaman. Svo lappaði hann heim til sín greinlega og þetta gekk vel og fullt af fólki og stemming. Svona nýtegundast svona litlum sigurum sem er líka svo skemmtilega að búa til. En líka bara vinnan sem hann var að gera meðan hann var að því, skilur. Já, ég væri með eitthvað borð og gera eitthvað dót og færi eitthvað til og ég teki þessa spurningu á við þig. Það er ef við myndum stofna veitingastað. Hvað við myndum staðsetja okkur, skilur? Hvað væri gaman? Þannig aftur, félagslegt, þú veist. Ég held að mjög margir samt svona í okkar kreðsu og bara fólk yfir höfuð hugsi eitthvað svona í þessi trillt opna veitingastað, svo tala maður fyrir fólk sem hefur opna veitingastað og þau eru bara ekki opna veitingastað. Ekki gera það. Kaffihús og þetta er alveg ekki. En ég held að flestir segi þetta í öllu, skilur. Ég oft ströggla við þetta, sko, ef börnin mín spyrja mig þegar þau eru eldri, eitthvað svona, pabbi, mér langar að gera sem þú gerir, eitthvað svona, ég veit, auðvitað, þið gerir bara sem þið viljið gera, en innst inni, eða er bara settur legamælir á mig, bara pabbi, vilt að ég vinni það sem þú vinnur við? Ég myndi falla á þessu legamæli, sko. Já, þetta er oft bara óvissa í þessari vinnu og þú veist. Innstinni myndi ég bara vilja það að þau varu ánægð með það að fara bara í eitthvað flott háskólanám, fá sér vinnu bara einhverstað hjá Kvikubanka eða eitthvað. Ég tek Kvikubanka sem dæmi því ég var skemmtaðum fyrir 2 árum og ég kom hann upp í banka til þeirra. Þetta var bara eins og, ég veit ekki, bara menntaskóli fyrir fullorðið fólk, bara stemmingin og mötunni. Ég var ógeðslega öfundsjúkur. Ég hugsaði bara, af hverju er ég ekki að vinna þetta? Ég hugsaði það. Þannig að ég hugsaði líka, ég var til í að börnin mín var einhver svona solid vinn, það er ekki verið að kvika, bara einhver staður, skilur við, þessum koma. Þá þurfti að vera í jakkafötum. Nei, þú bara ferði þeim fötum sem langar að Nei, ekki þarna. Okkur. Þú þarfst að vera í fínum fötum. Nei. En þú veist, þeir langar í svona veitingastað, vinnustað það sem það er svona,
það er vesen í eldhúsinu, það er góð, svona, ég skil stemminguna við það, skilur, svona stóri vinnustaðir og það er einhver forstjóri og allir tala forstjóran og svo farið í matinn og kokkurinn er hress og kátur og hann baka brauð og svo kíkur okkur á töflu, á töflunni stendur eitthvað árshátíð, bandmenn eru með árshátíð, já og frikkið, já ég þarf að fara á árshátíð og þú fyrir eitthvað fyrirpartí og gerir sætan og tegur konuna með og hittir einhvern vin þinn og lappið inn í salinn og hann er fallega skreittur salurinn og sest niður og farir að borða og horfir upp og hlærða einhverju gríni og meðan þú ert að þessu þá er síminn kling, kling, e-mail ertu búin að klára hérna samningin, ertu búin að klára hérna það er alltaf ræði, er ekki bara svo fyrir skóla og fá einhver verkefni og eitthvað, sinna þeim og gaman ég veit ekki, er ég svona geðvikur að vera að hugsa svona mikið þetta, eru flestir bara eitthvað mæti vinnuna og er ekkert að pæla í þessu og eru bara ekkert að hugsa og bara eitthvað áfram og gaman ég held þetta sé líka bara öfugt minna, þú veist, Sparibugsi og félagar þú veist, þeir hugsa, já, það er náttúrulega næs það er oft verið að spyrja mann, skilur, hvað hérna, og hvað er það að gera á daginn og þú veist, já, ok, næs, það gera þetta svo er að beðum, já, veist, það er líka, þú veist, öfugt skilur, það væri til að vera ekki í þessari corporate búblu sem þeir eru í og pröfu eitthvað allt annað, skilur en ég er samt með alveg sammálaðir ég væri mjög léttur enn og aftur ef maður væri með hérna glerskrifstofu skilur maður væri í svo, þú veist, hortskrifnur já, þykjast verið eitthvað og það eru skjöl á borðinu gaman að fara í golf og svo líka, ég myndi alltaf fake it till you make it, sko það er nefnilega leintriks að vera alltaf með möppu corporate Pete já, ef ég væri að vinna í stóru fyrirtæki en vissi ekki neitt segjum svo ég er bara að pulla félagsskrána og bara, ég fæði hérna yfirmannstöðu bara hérna í einhver banka og maður er alltaf með hérna möppu út af því ef fólk sér eitthvað með möppu, wow, þessi busy, hann er að gera eitthvað ef þú verið yfirmaður í banka og myndir labba bara með einhverja möppu þú verið börstar sko, það myndir bara ekkert ég væri með svona þá hverju deildinans Péturs ekki að skila henni hann er alltaf labbað einhverja möppu Nei, hann hlýtur að vera að sinna þessu hann var með möppu náðan það var ekkert hægt já, þú veist, en það lúkar út af við en ég væri bara fake it till you make it bara mission bara hversu lengi myndi ég hanga í þessari vinnu og þá getur bara viku ef þú myndir ekki sinna, ef þú verður yfirmaður í banka og myndir ekki sinna neinu annað en að labba með möppu þú verður rekin fyrir viku en ég væri óslega likeable það væri gaman í kringum mig já, bara þú verður rekin og skemmtilegan hátt það er partí er ekki bara best að þú fari bara í trúðabúðina og verði þar eitthvað svona já, eitthvað svona, við ætlum að skála fyrir Pétri til ykkur maður, við ætlum að fá það til að veistlist þér á næstu árshátíð en því miður, þú er bara búin að labba með einhverja möppu í heila viku og þetta ekki búin að sinna neinu ég veit ekki eins og hvernig þú varðast yfirmaður í bankanum, ég skil það ekki en við elskum þig, skál fyrir Pétri og þú væri bara svona glaður að vera rekin og allir kuku og svona stuð já, það er 100% þannig en Eddie Izzard, hérna uppistandari þekkir hann? Já geggjaður uppistandari, hann hérna segir sögu frá því að hann var svo hrifinn af bara kvikmyndaðinnaðinum í hérna London þegar hann var ungumaður og hann labbaði alltaf inn í öll settin Gillette stúdíó eða þessi stóru stúdíó þá tók hann bara stiga og bara labbaði fram hjá öryggisgæslunni og inn og var ekki að gera neitt en var alltaf með hann stiga þannig að það stoppaði hann enginn svo var hann bara að fylgjast með tökku þetta áhugavert og svo bara hægt og rólega fór hann að kynnast einhverju fólki einhverjum umbóðsmanni sem var hvað er þetta að gera með hann stiga já ég hef reyndað mjög mikið áhuga á leiklist já þeir eru okkur vantar aukaleikara hérna og þannig vann hann sig inn í það að fá okkar hlutverk í einhverjum sjónvarpsþætti sem var til þess að hann fekk stærra hlutverk og jæri og hérna bara með að taka stiga og labba inn en var hann ekki í vesti? og það eftir vesti? Man ekki hvað það fylgdi sögunni sko en myndir stoppa mann með stiga sem labbar ekki nema var að labba inn heima hjá þér skilur já, eða veist bara bara segjum maður er að skemmta árshátíð og það er risavenju einhverstaðar bara eins og þegar maður er að kynna söngvakeppnina það er bara fullt af fólki að koma og fara og einhverjum bílar og mennisnúrur og eitthvað maður myndi aldrei eitthvað, hei, byrju, hvert er fara með hann stiga skilur, það var mjög auðvelt að komast bara alla leið bara með stiga mjög líklega þetta er frábær punktu ég hef séð einmitt svona skets menn með 2 að halda og stiga sko. það er samt smá, þú þarf til að vera það er ekki að vera 2 stigi stór sko. það er bara með svona tröppustiga já, tröppustiga, ok það er alveg magna hvað það kemst langt sko. já, ég átt hugsa þetta bara eins og þú veist það er alltaf svona öryggisgæsla í flestum fyrirtækjum eins og ef maður fyrir bara RÚV til dæmis þá þarf maður að stimpla sig inn það væri mjög auðvelt að komast inn á RÚV bara með einhvern stiga og labba inn í stúdíó og bara inn í fréttasettið og blablabla
trubla, skilur þetta er stundum falskt öryggi hjá öllum þessum fyrirtækjum, þú getur bullshitað inn allstaðar en svo þú komin inn og ég veit ekki hvað þú gerir þetta væri sko þetta fyrst að segja alltaf eins og bara heimilin manns og bíla og svona, ég læsi aldrei neinu. Þú læsi bílniðinu? Sko hann læsist bara sjálfur en ég átti bíl sem bara læstist ekki og ég læst honum ekkert, ég á þeirri skoðun að ef einhver vill brjótast inn heim hjá þér eða inn í bílinn þá finnur hann leið, reyndar ætla ég að taka það fram af því að TM eru góður vinnur okkar ef þú læsir ekki hlutunniðinum þá ferð þú ekki bæta þannig því ég frétti þetta þá fór ég að læsa hlutum en fyrir það var aldrei læst heim hjá mér, ég bara opnaði og fór inn og út og ekkert að því minna, ef einhver vill komast inn til þín, það er ekkert mál brjóta glugga. Hann er ekkert eitthvað, betur, hvað gerir ég hérna þessa hurð? Ég veit nákvæmlega hvað hann átt að koma. En þetta er læst, það er svo læst hérna, ég veit ekki hvað ég geri. Þessi bíll er læstur, já, best að vera næsta. Þetta er svo andlegt líka. Læstur ekki öruglega bílnum? Var það ekki svona? Læstur ekki öruglega heima? Jú. Erum við alveg ekki að segja eitthvað? Jú. Í Þú dag, færð þetta? ég gerði þetta áður fyrir, sko. Ég fæði alveg í dag, sko. Sérstaklega með krakkan og svona. Já, þú læsir, ég verður að fara að segja. Já. En þú, aftur í menntaskóla, Vestló, þú varst ekkert að læsa? Ég fór inn svona útihátíð á Ólafsvík og glemdi að loka útidyrhurðinni alla helgina og því ég kom til baka þá var bara lauf og dót og köttur inn á hinn júli. Ég sé þetta með að foreldrar mínu aldrei vita. Þá var ég svo spenntur að fara út í bíl til vinnu mína. Ég bara hljóp út og inn í bíl og afstæð og enginn ekki loka hurðinni heim með þær. Og bara opið inn bara 3-4 daga. Hvernig var að ala upp eitt stykki ég held að ég hafi verið bara mjög þægilegur, sko. Það var aldrei eitthvað svona alvöru vesen. Þú varst auðvitað við þig? Auðvitað mig, ég sé það stundum í fari Eistins, svona minns og svona, hef stundum eitthvað svona eitthvað svona, voru að passa þetta það er ekki ofutað þig ég var aldrei greindur lesblindur eða með athyglisbrest eða neitt þannig, en þeir sem að unni með mér mjög náið tala bara mig að ég sem með ADHD fannar ég hann með ADHD athyglisbrest en ég hef aldrei látið staðfesta það en til dæmis þegar ég var í grunnskóla að þá gat ég ekki setja inn í skólastofu og tekið próf með hinum krökkunum en þá var ég bara að horfa og þau taka prófin. Varstu sér? Með gullpróf? Nei, ég og Karel Gamgaurður, hann sat bara yfir mér og bara horfa prófið, gerðu prófið Fannar, prófið, gerðu prófið. Já, þetta er alveg smá rautt flagg, skilur þú? Já. Að enginn hafi ekki að senda hann að krakka smá greiningu en við náttúrulega erum aldrei upp á þeim tíma við erum svipað jafngamlir. Það var ekkert verið að greina alla með eitthvað ADHD eða ofvirkni eða það var bara verstu casein sem voru kannski tengið til liðar það var yfirleitt eitthvað svona hegðunartengt ég man bara þú sprengtir strætóskíli eða eitthvað þá varstu tengið til liðar og bara hann er ofvirkur maður heyrði ofvirkur þá fór hann til skrifstúrstjóra og fá sér Rítalín það var svona bara var yfirleitt ekki á Rítalínu en fekk bara svona einu töflu bara því að hann brauti sprengti strætóskíli ekki að sprengja þetta strætóskíli hérna fóður hann töflu en ég er náttúrulega það er hann töflu, hún lagar allt nei, ég er alveg 100% að ég held með náttúrulega athyglisbrest og ofvirkni öruglega. En fer ekkert smá í tökurnar þegar fólk er eitthvað, þetta er mikið ADHD ég bara meikut ekki, sko. Nei, þeir tala um það svona skilur við. ADHD er alveg ekki inn í það, ég bara nei, ég held að ég eða fólk segir eitthvað svona mikið ADHD mér er svo leiðilegt að gera leiðilegt en ekki svona superfókus á það sem ég finnst skemmtilegt er það ekki allir eða? Jú fyrir ekkert, ég get super er ég núna með fordóma gagvart ADHD? Nei, í raunin ekki, sko. Ég það kannski bara tala um einhvern við erum kannski, ég var að fara saman ég er alltaf til að fara saman ég fór náttúrulega til sálfræðings ekki út af ADHD, ég fór bara til sálfræðings til þess að fara til sálfræðings og hann þekkti mikið neitt. Fórstu til sálfræðings bara til að fara til sálfræðings? Nei, ekki út af ADHD það var bara út af öðru ok, við ætlum ekki að opna okkur nei, ég fór bara til sálfræðings ég hveta alltaf til þess að fara til sálfræðings og hann í spjallinu hann spottar eitthvað svona hefur farið í ADHD-greiningu ég nei og hann lét mig taka eitthvað forpróf og þú var að taka eitthvað forpróf og ef þú færð blistig og því að þá máttu fara í næsta skref skilur við og ég mátti það
og það var bara ok. það var mín ákvörðun að halda þessu ferli gangandi já. en ég hugsaði bara einu enski Ég nefndi ekki skil, svona, svo nei. mikið vesen Það er líka langi byggðlistar. já og sæki eitthvað og skrifa Já. undir eitthvað fara eitthvað En viltu breyta þér eitthvað? já Heldur þau verið betri? ég öfunda stundum fólk sem að ég vil tala við félaga og svona sem hafa farið í svona greiningu og tala að þeir geta svona innbeitt sér betur að hlutum ég stundum svona með 1.000.000 bolt á lofti sett superfókus á einn sinni honum í smá tíma Rétt. fæ leið á honum fyrir næsta þess vegna er svo gott að vinna með Benna því Benni er bara svona hann getur bara svona sest niður og bara svona klift sjónvastátt í 19 klukkutíma og aldrei staðið upp og svo bara Benni búinn skilur Já, en ég næ svo sjaldan svona deep fókus í vinnunni og ég vinn stundum við til dæmis það þegar við vorum að gera velnönd fólk í 6-7 ár fyrir síman þá voru við stelpunar að skrifa handrit af þessum þáttum mér varst mjög erfið stundum að sitja heilu klukkutímana og bara skrifa skilur heimkaup.is farið þangað inn kíkið á tilboðin sem eru á forsíðunni og þetta er langbesta heimsendingin þetta kemur kalt til þín eða þið getið sótt vörurnar niður í mjót Atlandsolía, já þegar við dælum bensinni þá gerum við það að sjálfsögðu gegnum Atlandsolíu veljið ykkar dælustöð og þá fáið þið ódýrara bensín munið þið svo að tryggja ykkur miða á hhi.is það er Happdrætti Háskóla Íslands Já. og það er svo erfitt að lýsa þessu að þegar mér langaði að gera það þetta var bara sem ég hafði áhuga á að gera og hélt með seríun, bara svona fiðringur í maganum ég er svona, okkur getur ekki fucking fókusað á þetta sem þið langar að gera það er enginn að pína því í þetta þarft ekki að gera þessu sjónvarpsseríu og ef þú setur þetta og skrifar þetta þá verður hún betri þannig fucking gerðu þetta en svo bara glang, detti út allt í farin eitthvað annað stoppar við nú þú ert farin kannski, þú veist, ef greiningin myndi gefa mér þennan djúpa fókus að þá væri ég til í það en ég hef einhverja fordóma gagnvart í að það muni ekki gera það en það er bara fordómar í mér og þetta er bóttið gott fyrir það sem þú ert ekki farið að vera slefandi og bara fannir á töflunni og bara, skilur það er ekki þannig en ég held sko ég farið í svipa nú höfum við oft talað um hvað við svona, eigum svona svipa að tenda þess svolítið svipa, er svo Hötti og Benni svona svipaði líka og ég finn svo sterkt líka að þú ert að tala nákvæmlega þessu upplifun eitthvað með að fara í greiningu eitthvað svona dæmi ég var alveg að skilja kaffibóllan ón á bílinn og kera á stað og ég hef skiljið barnastól eftir bara í bílastæði og bara hverja grúpan gleymdi bílstól og ég bara, sorry, ég gleymdi mér en ekkert barn í því sko þetta er ekki klón moment nei, þetta er ekki klón nei, það var ekki þannig en ég svona heilt yfir hversdagsleika, ég held að bara skilningur á konunni sko, að Elisabeth bara segir bara, heyrðu blautur þvottur hún á þvottasnúrunni og eitthvað svona þá svona, ég þarf ekkert að breyta mér en þetta er háð mér eitthvað svona brjálaðislega en hver er þá bara alltaf með allt upp á hreinu og gleymir aldrei neinu og setur alltaf réttan stað og er bara skilur við já, það er líka góð punktur ég til dæmis Benni, hann lítur að vera það nei, Benni nefnilega er smá miskilinn sko. hann er alveg hann er eiginlega glimnar en ég gleymir húsliklum eða gleymir þessu eða ég er ekki með snúruna shit, eitthvað svona hann er smá svona sveimhuga með svona hluti en hann er kannski betri ég veit það ekki en ég hugsa oft sko ég á til dæmis sonur minn á vin og pabbi hans er ógeðslega góður í öllu sem tengir svona dagskrá barnanna hann er alltaf potið mig, myndu á föstudaginn er svona ertu búin að skrá eistinn og setmótið ertu búin að bam þú eru bara með stuðnisvið frá með þér já, hann er bara umbóðsmaður minn þegar kemur að þessu og ég fæ alveg samvinskupið yfir að auðvitað á ég að vera að sinna þessu þetta er barnið mitt sko en ángríns ef hann myndi ekki potið mig einu sinni í viku þá væri eistinn bara stundum ekki með af því að pappi bara ég skildi ekki að ég gæti ekki keypt einhverja handboltatreyju daginn gegnum Abler, ég bara, þetta flókið app og ég frekar svona læs á tölvur þá saði þessi maður við mig
já, Eysteinn Nessis er bara ekki skráður í handbolta og hefur ekkert verið skráður og hann hefur ekkert verið skráður bara í allt ár sko. Ég hef shit, þannig að hann var bara alltaf að mæta á handboltaæfingar en ég var ekkert að borga fyrir hann og ekki að því ég vildi það ekki ég bara glemdi því, það er bara einhvern veginn. Og fórstu hvaða leið? Fórstu talaði við þjálfaran? Ég hringdi bara í Víking og sagði og ég bara borgaði fyrir árið bara skilur og þá opnast einhver linkur skilur. Þetta Abler, það ekki? Abler, drasl. Ég já, þetta er nefnilega gott sko, en þú er svolítið kalendergur. Ég er kalendergur, ef ég hef ekki skipulag á hlutunum, já. Hluti í kalender eða hluti í möppum inn í tölvunni eða eitthvað svona, að þá bara svona stoppar allt skilur. Ég er erfitt með að vinna í einhver svona þannig er dót, hér er dót, borðum þetta og gerum þetta svona. Ég þarf svolítið svona að setja fyrst í kassa og svo get ég fara að greiða úr því. En eins og þetta er í oft tæknin í Bandaríkjunum ofta þannig, þú veist, það er oft eitthvað svona good morning Mr. Jonathan, today you're going to have a meeting around lunchtime og er þú ekki til í að hafa eitthvað svona robot sem veku þig á mótnana góðan daginn fennar nú ætlum við það robot? Já, bara væri einhver svona tölva? Já, bara tölva. En er það ekki bara gervigrindin? Jú, ég er að segja, þú ert tæknigaur, kalendergaur en samt ekki nýta þetta þannig að þessi spot on. Nei, ég til dæmis talandi þessar gervigrind og eitthvað svona ég fekk mér aðgang að Claude það var snild og svo leti Claude hafa aðgang að e-mailunum mínum og kalendernum og svona og ég sagði bara nennir að segja við mig bara allt sem tengist krökkunum pingaði mig og það var ekki hægt, það var eitthvað því miður hef ég ekki aðgang að en það væri snild, þú veist ef gervigrindin getur bara lesið sér í gegnum bara Ablerinn, tölvupósta, allt shitið bara allt mitt og bara setta svona skipulagt niður bara hér er ammæli, hér er þetta hér er svona Ertu búin að köpa hennar konu dagskjöf? Akkurat, þetta væri svona breakthrough tækni þessa gerfugreind þegar so far þessi gerfugreind, eina sem ég hef séð er bara eitthvað við vinir að senda einhverja myndir eitthvað sem búið eiga eitthvað óviðeigandi inn á einhverja mynd og við erum eitthvað hlægjandi að því þetta er svolítið eins og þegar YouTube og sútækni var að byrja eina sem fólk horfði á voru kattavídeó þetta byrja alltaf í gríni en enda svo í einhver svona dung en hinga til hefur þessi gerfugreind ekki gert raskat fyrir mig Jú, nei, ekki þannig hún er ekki búin að gjörbreyta lífi nei, en það mun gerast alltaf er að segja það og bara fólk mun missa vinnuna og allt þetta heldur það að það fara að gerast já, þú veist, grafíski hönnuður er svolítið, þú veist, svona högga segja en ég pröfaði að gera eins og svo reyndar kl. 2 nótt og þá fóru í sko herru, þú ætti að vera líkamsræktarþjálfari gerðu hérna 5 prógram, nei vikuprógram ég hleyp hérna þetta mikið, annarkvæð dag getur gert þetta, bang, kom flott dæmi upp og ég sagði ok, þetta hljóma ákveðlega var það með klotið eða var það með tjataranum og svo gerði ég, heyrðu ok gerðu mataprógram, ég borði ekki fisk en ég vil fá próteinríka fæðu getur gert þetta og hvað ég að kaupa og þá hugsa ég, þetta þarna fann ég snildina við skilur en þarna er ég aftur á móti að styðjandi þetta en ekki líkamsræktar þjálfari sem ég ætti að gera Nei, þetta, þá kannstu bara að googla þetta bara fishless meal Já, en þú ert að tala ég sagði, já, meðan við að þú sett 193 á centimetra hæð og svona kíló þannig að þá fæ ég rosa mikið Herru, ég ætla að taka ég meina pælingu ég ætla að taka eina út af hérna með svara bara sem eru svara bara spurningastemningin ykkar Péturs ykkar Péturs okkar þetta, svara bara podcast og hérna við erum þar sprella og grína og svo náttúrulega erum við með svara bara kemnina út allt allavega og ég held að þú sért einmitt þannig gaur að ef maður kemur spurningu og þú fer að pæla við skil hlutunum það er svo leðilegt sko að maður spyr eitthvað og það er bara svona já veit ekki, kannski hvort myndir þú þennan ok, heyrðu ég ætla að koma með 2 spurningar Það er að testa eitthvað nýtt program á mig já, kannski heilt, nei, sem í 6 mánuði Það er jarðskjálfti? Nei, þetta var bara gluggatöldi Ertu eitthvað svona jarðskjálfta Já, smá Hamfara Já, ok, ég held að Það? Já, nei, haldar hann Ok, hérna í 6 mánuði
ég er búið þetta til á Í staðnum 6 mánuði? í 6 mánuði Já, af 6, nei af 12 skilur við, já, sérðu bara í svarthvítu ok. allt lífið þetta er í svarthvítu Mhm. ok, nú er ég búin að planta þessu, nú er þetta að hugsa hvað það er Ok, 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 búm, sama spurning sama spurning. nema Mhm. þú mátt ekki fara til útlanda Má ekki fara til útlanda, ok. þú mátt Í ekki 6 mánuði? nei, býta eins Það er skýtlega. nei, ég ætla að segja í, ég er ekki búinn 100 ár. nei, höfum þetta í 12 mánuði 1 ár Ok. þú mátt eiginlega ekki fara til útlanda Mhm. þú mátt ekki fara út fyrir stórhöfuborgarsvæðið Ok. og já, byrjum þarna Ha, byrju. já, Annarkot sé í svartkvít svartkvít í 6 mánuði eða í heilt ár má ég ekki fara út fyrir höfuborgarsvæði. nei, eða ferðast Bara mjög easy, bara ég tek hálft ár bara að sjá svartkvít. En það er eitthvað issue að það. já, eða ekki Hvað er í lit sem ég er bara, fallegu litur. Eða, veist, jú, en já, það er Ok. hálft ár. já, en er byrju ekki mál. og svo er komið að því að þú ert að fara til það er allir vinið þínar að fara og þú þarft að vera heima Nei, já, en ég valdi hitt, þannig ég má þá fara með já, en til ég er líka að útlanda. ræða hinn mögulegan Ok, allir vinið þínir eru að fara til tenni, Já. all inclusive vinnin vann já, ég ætla að fara með í það og sé bara svartkvít. Þetta er ömuleg spurning. já, þetta er léleg spurning Já, sjá svartkvít. Hvað er vond við það að sjá svartkvít? Auðvitað vond, já, en þú veist, það gerist ekkert. Það er bara allt svartkvít. já, en jú Það er svolítið svona- það myndi bugga þig Já, það væri svona... heldur þú já, myndir ekki vera crazy Jú. En það er bara svo ógeðslega gaman að fara með vinum sinum til útlanda. já, en þetta er 12 mánuðir versus Ég myndi- 6 Sko, þú ætti að frekar að segja ef maður væri bara blindur í hálft ár. Skilur, sæði bara ekki neitt. ok, pröfum það Það er issue. okay. Það myndi breyta miklu. Þú veist, Okay. myndi ég taka það á mig að vera blindur í hálft ár en þá mætti ég ferðast. já, Eða bara sleppa það að ferðast og vera ekki blindur og bara sjá allt. ok Þá var þetta erfitt svar. En mér finn... blindur í 6 mánuðir er svo mikið Já, svolítið en ég held sko að með svartkvíta pælinguna er bara að ég held að út af því að það myndi háðir það verður ógeðslega pirrandi Það var svolítið svona depressing. já, Skilur ég sjá held ekki að litum. pælingin er að þú myndir ekki sjá í lit þú þarft að hafa góðan lit Aha. til þess að bara í rauninni líða vel Já. þannig að þú er því sem í þunglindur Já. er það ekki? Jú, öruglega. Já, öruglega. En reyndar hefur aldrei haft neitt mikil áhrif á mig svona veðurfar. Eitthvað svona, nú fyrir dagurinn að dimma. Eitthvað svona. Já, það verður ekstra dimmt já, það verður Já, skamdegið þunglindi Já, þannig að ég held að ég væri óslega góður í að sjá svartkvít. Ég væri bara hvað, ok, þá ekki næstu þessi var kom bara eitthvað rugl já, ég er að fatta hana, þetta er ekki nóg góð spurning en ég ætla að fyrir næsta ok. vera í nú er hérna mun eftir einni spurning já, alltaf velja vera í einu númur of stórum skóm Einu númeri of stórum skóm. já, þannig hvað skóst er þetta í? 30, hvað er það? 44-5. ok, vera í einu númeri of stórum skóm Aha, eða í svona hálfu númeri og litlu hálfu númer og litlu. Ég myndi velja stóra. ok, Af því það er ógislega óþægilt að í litlum skóm. já en maður bara svona- já en það er líka til skór sem aðlaga að löppinni Já, en of stórir það er alveg, það lappa með svona hælun upp úr. já, já Ég held ég myndi velja það, frekar. En Svo hvort bara er reyma það fast, sko. reyma að fara 43-44 Já, ég myndi velja það frekar, sko. er það? Já, er það ekki? Jú, ok Já, ég myndi held það frekar. en ertu já, þú ert í 40, jú, ok þetta er reynda rétt svar hér Já, en hvort myndið þú velja að kúka með tippinu eða pissa með rassinum? kúka með tippinu Nei, þú myndir ekki velja það. pissa með rassinum já, pissa með rassinum Já, frekar. En þið eruð með svara bara, Já. eins og bara, ég veit Já. þér oft upp í keilu þá eruð þið alltaf með þessar spurningar. Eitthvað svona, hvort já, í rauninni, þú veist, þá eru við með alls konar sko. Já. svara bara er í rauninni ógooglanlegt dæmi Já, sem
það er hægt að já, þú getur ekki svindlað Já. og þetta er einu svona umræðudæmið sko. Þú veist, í rauninni spurningin sjálf er bara, heyrðu hvernig förum við þessu, já, maður þarf að hugsa allar hliðar, þannig að þú veist meiri hluti ræður, þetta er svona partur af því sem við erum að gera meiri hluti ræður í rauninni þannig að við berum upp spurningu og það er bara A eða B, við erum með svona þráðlösa bjöllur, mjög gaman stuð, en þetta er aðalega sko að umræðan spurninguna sé svolítið stór þáttur. Já, en fólki sem er saman liðið er eitthvað svona já, í rauninni, þú veist eins og ég var að spyrja með svart hvítskilur, það er einhver fítus að úti sem bara fólk bara, nei, ég er listmálari, þú veist, ég þarf að sjá litina, þú veist, ég myndi aldrei skilur við, þannig að þú svartkvítur þér kannski bara ekkert issue en skemmtilegast í þessu er líka að þegar kemur klopningur hjá liðinu það er kannski tveir liðinu bara nei, ég myndi alltaf velja þetta fyrir eitthvað hitt og þá kemur þessu umræð og þannig að það er rauninni ekki hægt að svindla eitthvað þannig en það er bara svo stemningin í þessu að ertu bara með sorry, já, ég fæk blóðuna segði morgun það er að vera löngu þótt já, ég er bara með þetta vara já, en rauninni þá held ég sko með að við svona spurningaleiki og það er Íslendingar elskar spurningar já, þú veist, elskar þær en þú elskar stemningu ég elskar stemningu ég komið til ykkar, já. ég fór að svara bara upp í heilu öll og það var bara ógeðslega gaman það ekki? Jú. Og svo er náttúrulega með svona alls konar öðruvísi sem við geta að googla, það er myndagátur þetta klassíska, en svo hefur við aðeins nota gervigrindina við kannski notum eitthvað lag skilur við bara hvað er draumurinn en látum Freddie Mercury syngja það með hans rödd þá já. eru sleppið 60 já, til hann ekki mann sömulegis hann er geggjaður já, ég var að segja í podcastinu daginn mér er mjög skrítið að hugsa til þess að við vorum í menntaskóla þá var Frikki Dór jafn gamall eins og Steppi Hilmars var fyrir okkur já, það er mér fannst það svo gamall þá var hann bara 38 þegar ég var í menntaskóla já, jafn gamall og við erum í dag var Sálin að spila já, hún var á böllum, já, öllum böllum svo pappanir já, svo, þeir kom einhverju setna en já, ég peppa þetta er þið með eitthvað svara bara núna? Keilu já, við erum með svara bara 10. júlí já, og það er mjög mikil stemning við ætlum nefnilega þetta túrum landi líka já, í félagsheimilum það er þetta rosa vinningur í fyrsta setið fær 4 með í dalinn að ég held að mig minnir og þetta verður svona þjóðatíðastemning sko já. Þannig ég er í rauninni mjög peppa fyrir því sko. Já, fólk að fara á þjóðatíðum aður og maður stætt, ok, ég myndi spyrja núna þjóðatíðarminning, fyrsta þjóðatíðarminningin fyrsta þjóðhátíðarminning já, bara ég er bara farið tvisvar svona að skemmta mér á þjóðatíð hæ? Já, ég farið alltaf ég farið nokkuð svona í kringum vinnuna eitthvað svona ok fyrsta minningin, það var bara þegar við vorum vinninir 18 ára eða eitthvað og ég þurfti að kúka í kamar alla helgina og það situr í mér sko var það hryllingur? Sko í mómentinu letið mér bara hafa það sko en ég er rosa lítill kamarakall já, það er líka svo pirrandi kúka ón og annan kúk og svona en við erum ekki gaman að bæti í fjallið en besta þjóðatíðarminningin þó ég hafi ekki verið á þjóðatíð það var þegar Frikki Dór vinnur okkar fekk pláss á sviðinu að taka lagið sitt lifið og Páll Óskar eitthvað svona stoppaði Frikki þá var Frikki bara að fara á þjóðatíð að skemmta sér lekti Páll aðeins ok Frikki það er að koma með okkur að spila sjáumst eitthvað svona og hann fekk mómentasviðinu og allir hæ guður stoltur á sínu manni þá var það breakthrough já, svona moment allavega hvað árið þetta segir? Þetta er 2009 það er langt síðan það er 2026 sko I know, time flies ertu komið grátt í hárið? Er ég? Já. Við verðum gamlir með grátt það er bara forréttindi að fá eldast það er líka forréttindi að fá að sitja með þér hér í hvað segir maður að því Benni er vant til látinu í einhverjum bústað en okkur laka til að hitta ykkur aftur á miðvikudaginn og svo verður útilega hjá okkur félagunum setni vikunni Pétur, takk fyrir mín er ánægð, takk fyrir að fá mig elska þig og elska ykkur kæru hlustendur